Áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Nú ætlum við að forvitnast barnvænt sveitafélag. Velkomin Alfa Dröfn. Takk fyrir. Og til hamingju með þessa fyrstu viðurkenningu allavega íslensk sveitafélags. Já, takk fyrir. Það segja okkur svona tildrögin. Já, þetta alveg brot í sögu þjóðarinnar. Já. Þetta fyrsta barnvænt sveitafélagi vonandi af ansi mörgum. Já. Þar sem að nú íslenska ríki búið að setja þá stefnu að innleiða barnvænt sveitafélagi í öll sveitafélög landsins. Barnvænt Ísland, það hljómar ekki illa. Það hljómar ekki illa. En við erum búin að vera að vinna þessu síðan 2016 þegar Akureyrarbær gerði samning við UNICEF að innleiða þetta verkefni. Og já, fengum viðurkenningu í gær og þetta bara... Og þetta mikil vinna, þetta ekki eins og þetta gerist bara svona. Nei. Við erum búin að innleiða þetta inn í bara allan struktúr Akureyrarbæjar. Já. Og ungmennaráð þar kannski svolítið gegnir lykil hlutverki og þú segir okkur hans frá því. Algjörlega, ungmennaráð náttúrulega í rauninni potturinn og pannan í þessari innleiðingu. Já. Og þau eru búin að vera með frá upphafi. Þau áttu fulltrúa í stýrihópnum sem var stofnaður þegar verkefnið var keyrt af stað. Og það sem við höfum gert núna þegar við unnum aðgerðaáætlunina sem var byggð á kortlegningu á stöðu barna sem var unnin í upphafi verkefnisins og var mjög viðamikil í rauninni bara könnun á stöðu barna í sveitafélaginu. Að þar sat ungmennaráð í rauninni bara í fararbroddi og hjálpaði okkur mikið í kortlegninguna og þau fengu líka þungan og mikinn sess í aðgerðaráætluninu sem við unnum svo upp úr því. Já. Og það var sneri einna helst að því kannski að formfesta þeirra stöðu í stjórnkerfi sveitafélagsins. Og nú eru þau bara, ungmennaráðið, sem er skipað fulltrúum úr VFM, Emma og bara flestum grunnskólum bæjarins, ekki satt? Þau bara eru mætt á fundi. Já. Alla bæjar, hvað er það fundi? Nei, þau sem sagt ungmennaráð í rauninni fundar einu sinni í mánuði. Já. Þau fá núna greitt fyrir fundarsettur sem eitthvað sem var búið að berjast fyrir og við fengum í gegn í fyrra og er frábært. En þau eiga að auki fulltrúa bæði í fræðsluráði og frístundaráði og þau fá mál send til umsagnar frá öðrum ráðum bæjarins. Þetta er alveg starf. Já, og þetta er það. Já, og fyrst handvölduði fólki í þetta en nú eru bara kosningar og kannski bara orðið greitt fyrir þetta þannig að það er kannski meiri eftirspurn og spennandi að sjá hvernig það þróast. Já, ungmennaráð, þau eru líka búin að vera að fara núna, þau fóru í fyrra inn í alla grunnskóla Akureyrar og báðu framhaldsskólann til að kynna sitt starf og hvetja fólk til þess að sækja og við fengum margar flottar umsóknir eftir það. Svo verður kosið aftur næsta haust, þannig að við vonum auðvitað bara að það komi fleiri flotti fulltrúar. En það er að losna nokkur sæti núna í ár. Já, það er þannig að það er ekki alltaf allt endurnýjað. Nei, það hefur ekki verið. En það er verið að endurskoða kosningaferli núna í ár, þannig að það verður með 9 sniði í haust og það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það verður og sjá hverjir skila sér inn sem nýju fulltrúar. Svo er svo forvitin að heyra líka, þú nefndir við mig áðan sem dæmi verkefni sem að ungmennaráð hefur haft áhrif á eins og bara snjómokstur. Akkurat. Segðu okkur aðeins. Þetta er nú reyndar alveg ótrúlega skemmtilegt af því að við héldum stórþing ungmenna og höfum gert það núna 2 svar. Og þar kom fram eitthvað sem kom mér á óvart sem fullorðinni manneskju að þetta var mikið áherslumál hjá börnunum á þinginu að breyta snjómoksturleiðum bæjarins. Og ég áttaði mikið á því að þau varu eitthvað að pæla í hvernig við mokum mótnana. En þau fengu frá umhverfismiðstöðinni, fengu þau bara leiðakerfi snjómokstursins, lagt fyrir, komið með athugasemdir sem voru teknar og þeim var breytt samdægurs. Þannig að ungmennaráð bara breytti kerfinu. Komið með 9 athugasemdir þar að voru 8 bara breytt samstundis. Og þessi eina sem var ekki tekin inn og breytt og var bara, þau fengu rökstutt svar fyrir því af hverju ekki var hægt að verða við þeirri beiðni og það var bara þrengsli í götunni og aðrar ástæður. En þetta eru þá krakkar sem eru að labba í skólan og bara komast ekki vegna snjóskafla. Akkurat. Þannig að þetta er ekki bara, það er ekki bara að hugsa bílinn. Akkurat, eins og við hugsum þetta svolítið oft út frá okkur fullorðnu fólkinu. Þetta finnst mér alveg magnað dæmi. Og þetta er þá væntanlega bara eitt dæmi af mörgum sem þau hafa áhrif á. Já, aðgerðaáætlunin okkar byggir að stórum hluta á röddum barna sem við öfluðum í kortlegningaferlinu og UNICEF hefur sagt það sjálf að þessi aðgerðaáætlun er mjög metnaðarfull og það er ekkert víst að svona aðgerðaáætlun komi fram aftur með svona metnaðarfullum aðgerðum þannig að ég er bara ofboðslega þakklátt öllu þessu fólki sem lagði hönd á plóg og gerði þetta veruleika. Við létum þessar aðgerðir, við keyrðum þær í gegn. En svo þarf að halda áfram. Þetta er komið í gegn og svo má þetta ekki detta niður. Nú þarf einhvern veginn
Er það nokkuð mál? Er ekki bara fólk í lykilstöðum alveg klárt? Jú, og þetta, við hefum náttúrulega aldrei náð þessi nema af því við erum með, það alveg bara þverpólitísk sátt í bænum, það sátt á milli stofnana og búið að vera mikil samvinna og það bara algjört lykilatriði þegar þú ert að keyra svona verkefni sem að nær inn í öll hol og öll hotn og þá þarf að vera sátt það og við náttúrulega, þessi viðurkenning, eins frábær hún að við þurfum að fara í endurmat að 3 árum liðnum og eins gaman og það að fá og frábært að fá viðurkenningu þá alveg hræðilegt að missa hana þannig að auðvitað bara keyrum við þetta áfram já því það getur alveg gerst að það verður þessi stimpil verður bara tekin af eða við standið ykkur ekki og við viljum svo sannarlega vera barnaverndarsveitarfélag alveg inn í kjarna ekki bara nafninu til og það hljómar eins og það sé bara komið í gang og muni gerast og viðhaldast. Já, ég hef fulla trú á því. Já. Takk kærlega fyrir að koma Alfa og segja okkur frá þessu og til hamingju með viðurkenninguna barnvænt samfélag. Takk fyrir. Og verður spennandi að sjá hvaða sveitarfélög taka svo bolta næst. Akkurat. Takk fyrir. Gangi ykkur vel. Takk.